Minn síðasti bardagi, hann fór þannig að byrjuðum í fyrstu lotu að skiptast á höggum og ég tók hann þrisvar niður sem var mjög auðvelt og hann var fljótur að standa upp aftur og var svolítið að gefa á sér hálsinn þegar hann var að standa aftur upp. Síðan í annar lotu þá skýtur hann í takedown, fer í fellu og þá næ ég að grípa hálsinn á honum og klára hann með hengingu. Að berjast eftir svona stuttan tíma með svona stuttu millibili er bara gott. Ég er búinn að vera í burtu í 1 ár. Mér langar allan að ná fleiri bardögum á þessu ári og það verður bara snilld. Ég var svolítið stressaður í fyrstu lotu í seinasta bardaga, náttúrulega ár sem ég keppti og svona. Þannig að mér hlakkar bara til að fara í þennan. Það verður bara að ná þetta eigið í office. Það sem ég lærði að síðasta bardaga er bara alls konar tæknileg mistök sem ég gerði. Þó að hann hafi verið stuttur og gengið vel, þá tók ég eftir svona mistökum sem ég langar að laga og sem ég er búinn að vera að vinna í. Til dæmis ég hækkaði mig svolítið mikið í boxinu og tók þar af leiðandi nokkur högg og mér langar einhvern veginn að laga það þannig að maður sé ekki hækka sig upp svo maður er ekki hættinn að vera rotaður. Síðan þarf ég að laga það að ná að halda manninu betur niðri þegar ég tek hann niður og annars var ég bara svona þokkalega sáttur með þetta. Hann er með rekordið 6-3 og er svona aðalega myndi ég segja boxari þó hann hafi klárað seinasta bardaga með giljotíni þá held ég hann sé ekki á mínu leveli í golfinu. Já, hann er búinn að vinna hennan titil, þannig að þetta verður fyrsta titilvörðin hans. Ég ætla bara að segja það sama á síðast, þetta verður bara frábær frammistaða.